Ég heiti Hulda Steingrímsdóttir og umhverfisstjóri Landspítalans og ég kom hingað á Landspítala 2015. Umhverfisstefna Landspítala, hún felur í sér að minnka neikvæð umhverfisáhrif spítalans og það í formi samgangna, það eru innkaupin, það úrgangsmálin, það fræðsla, það orkunotkun, það að minnka einnota eða sóun öllu heldur og svo það líka í stefnunni umfjöllun vistvænar byggingar. Áherslan fyrst sinn var náttúrulega á að innleiða sorpflokkun og það svona hlutur sem verður að vera í lagi. Og það var þá að innleiða bláa flokkinn sem gekk ótrúlega vel, fór áttfölduðum flokkunina því, það að segja pappír og pappa. Svo 2015 þá innleiddum við græna flokki sem plastið og þar höfum við náð þreföldum bara á milli ára. Það sem við erum líka að gera, við erum að vinna með vistvæn innkaupin. Þar setjum við kröfur í útboð. Frá og með 1. júní þá munu skoðunarhanskar á spítalanum vera án latex og PVC. Og við erum til dæmis með 100% svansvottaða ræstiþjónustu. Nú erum við að vinna til dæmis að því að fasa út eins og bekkjapappír sem óþarfur á ýmsum stöðum. Það eru skóhlífar sem til dæmis óþarfar. Við erum hætt að kaupa frauðglös. Ein af áherslum spítalans eru samgöngumálin og strax 2014 þá buðum við starfsfólki okkar upp á samgöngustyrk þar sem það getur fengið 5.000 krónur skattfrjálsar á mánuði í stað þess að fara með vistvænum hætti 60% ferða sinna til og frá vinnu og það gekk mjög vel og samhliða þessu hefur verið að byggja upp aðstöðu. Við erum bara að fara að opna núna aðgangsstýrt yfirbyggt hjólaskýli í Fossvogi sem hefur verið lengi beðið eftir. 23% af fólki á höfuðborgarsvæðinu ferðast með vistvænum hætti að þá ferðast starfsfólk okkar oftast með vistvænum hætti í 40% tilvika að sumarlagi. Þannig að við erum með rosalega virkan hóp sem við erum mjög ánægð með og teljum að við getum eflt.